Sverrir, þú hlýtur að haft vona meiri mótspyrnu hérna í kvöld. Já, algjörlega. Við byrjuðum rosalega sterkt og náttúrulega bara spila frábærlega þetta í byrjun og hörku vörn og hittum svakalega vel og svo náttúrulega bara munurinn fór upp í 30 stig og þá náttúrulega eiginlega bara hættu þeir og náttúrulega erfitt að koma sér inn í það eftir svoleiðis og þannig að eftirleikurinn var frekar auðveldur en ég bjóst í miklu harðari leik hérna og veit að þetta verður ekki svona sunnudaginn. Þá verður það stál í stál og við þurfum að koma vel tilbúinir þá í bikarleikinn og ég veit að þeir koma alveg dýrvitlausir. Þessi Sammi ná ekki, má hann bara skjóta hvar sem er? Ef hann hittir. Þannig að hann var með grænt frá þér í kvöld? Já, ég meina ef hann er að finna sig og setur nokkur í röð og þá má hann alveg tjekka á næstu skotum og nei, hann var samt í fyrri hálfleik með held ég 27 stig að mig minnir en hann var samt með held ég 9 stóðsendingar sem að þýðir að hann var ekki algjörlega einna, þú veist, hann var að finna hérna líka. En hann var með puttan í hverju sókn þá, næstu því? Já, nánast, það má segja það. Nei, það er flott, hann var að spila virkilega vel og það er mikilvægt að leikstjórnandi sé að spila vel. Það gerir hinum auðveldara fyrir. Enn eitt svona stóru strákasigurinn hjá okkur í höfuðborginni, síðast í Vesturbænum. Virðist vera góður gangur á okkur? Já, þetta er alveg ágætis róli og en það er náttúrulega eins og við vitum að búið margt tala deildin er virkilega jöfn og það er mikið eftir af þessu, mótið er ekki einu sinni hálfnað en við erum að taka þetta sígilda bara einn leik í einu og það er búið að ganga ágætlega þannig að við höldum því bara áfram. Eitt að lokum Sverrir, eru þetta hættulega lokatölur upp á bikarleikinn í gerð? Nei, ég vil meina það að leikmenn hjá mér eru búin að vera allt og lengi í þessu og þeir væru heimskir að þeir færu að halda þetta hjálpa okkur eitthvað í næsta leik. Nú þurfum við bara að núllstilla okkur, við þurfum að byrja frá byrjun og gera allt upp á nýtt á sunnudaginn. Takk fyrir Sverrir, til lukku með þetta. Takk fyrir.